Það geta allir unni alla í þessari allan í deildinni og ég held að heimaleikurinn gefur okkur kannski svona pínlítið forskot, ekki meira en það. Og ertu þá að segja þetta því að deildin búin að vera svo óáreiðanlega í vetur eða? Já, líka bara held ég í fyrra þegar við erum Íslandsmeistarar þá held ég töpuðum við 2 leikjum í úrslitakeppninni og það var held ég á heimavelli. Þannig að þetta svona skiptir bara máli hvernig liðin eru gíruð og stemd bara og hver alls þetta mest, alveg sama hvar maður að spila. Við Skallagrim í fyrstu umferð og það var allir einhvern veginn verið að henda fram svona línum eins og Davíð og Góliat, en fyrir þá sem lásu í kirkjuskólanum sínum þá tapaði víst Góliat, þið verður nú að passa ykkur eitthvað. Já, klárlega sko, við þurfum líka bara að halda fram að bæta okkur og ef við eymdum okkur því að mæti í þessa leiki móti Borgarnesi til þess að bæta okkur leik frá þeim stað sem við erum núna, þá hefur enga áhyggjur. En ef við ætlum bara svona lappa í gegnum þetta bara og bíða eftir að fjárleikúrslitin byrja, þá erum við í vondum málum sko, þannig að það er eins gott að vera tilbúinir. Þannig að það er ekkert vanmat í raustinni? Nei, alls ekki. Sigmar, það var fyrir hrun sem þú varst síðast í úrslitakeppni úrvalsdeildar. Eitthvað búið að breytast? Jú, ég man nú ekki sem hvernig það var. Það er boltinn búinn að breytast, alveg töluvert en þetta er alltaf sama, það er bara að reyna að koma boltanum inn í körfuna, hvernig sem hvaða þarfum sem hægt er. En ég held að við séum nokkuð brattir, við förum ekki með neina pressu þarna inn og ég meina, þetta er bara 50-50 seríat, veit ég alltaf. Svona gerir kannski ráð fyrir því að það séu flestir sem búist við sigur í Grindavíkur þessari rimmu, eða ekki? Jó, ég held að, ég meina, það er ekkert skrítið, við náttúrulega, við erum svolítið undir manna þarna í hæð allavega. Ég meina, við reynum bara að vega það upp með mikilli baráttu og við spilum ekkert fallega eða við kannski reynum að vinna leiki öðruvísi, heldur hann að dripla í gegnum eða aftur fyrir bak með snúning og taka 3. En já, ég meina, þetta verður bara fjör og mikið reynsla fyrir strákana að taka þátt í þessu. Og ekki skemmi nú fyrir þegar þið loksins fáið leikinn í Borgarnesi að þeir eru nú með ansi öfluga stuðningssveit. Já, og ég hef trú á því að það verði bara allt brjála þarna núna á mánudaginn. Það verði eins fullt eins og var í fyrra þegar við vorum að spila móti Skaganum. Þá er allt hægt sko og ef við vinnum þar og þá getur ýmislegt gert í Grindavík, ég get lofað því sko. Hvernig leggst Reima við Þór í þig? Bara mjög vel. Ég held að við sem náttúrulega, það er bara dög að drepast núna, þannig að við náttúrulega verðum að koma tilbúin til leiks og það er ekki þann sem stendur bóða. Alltaf miklar kröfur í Vesturbænum og búið að tala svolítið það að þessi hópur KR hafi nú ekki sýnt það sem að í honum býr. Ertu sammála því? Já, ég held við getum alveg verið sammála því. Ég meina við erum í 7. sæti, okkur er spáð 1. sætinu og við höfum bara ekki sýnt okkur rétt andliti vetur en það var að gera að sýna núna rétt andliti í úrslitakeppninni og koma svo langt. Þórsararnir eru með heimavallarréttin í þessu einvígi. Hvernig svona blasa þeir við þér? Hvað þurfum við svona helst að passa ykkur á? Þetta er náttúrulega gríðarlega erfiður heimavöllur og mæta hann í öll lætin og með græna dreguna en við þurfum náttúrulega bara að vera sterkir og standa saman og spila vel. Því að þú getur ekki farið óundirbúin í leik í Þorlákshöfn, þá ertu bara að fara að tapa sko. Eldsnögt, aðra reymur í seríunni. Hverja sérðu komast inn í undanúrslit? Herði, ég veit það ekki. Ég meina rimman hjá Keflavík og Stjörnunni, þetta er náttúrulega rosalega rimma. Bæði liðið búin að vera á þvílíku róli. Þannig að það er eiginlega bara 50-50 þar held ég. En það er kannski ekki gefið, en fyrstu og 8. sæti, Skallagrímur og Grindavík. Þá held ég að Grindavík fari áfram og Snæfell og Njarðvík. Njarðvík er alltaf búin að vera feikilega sterkir í undanfarið og er ekki að toppa á réttum tíma. En Snæfell alltaf með gríðarlega sterkt lið líka, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það verður. Það verður fróðlegt að fylgjast með ykkur í Vesturbænum og Þorlákshöfn. Þetta verður vafalítið hörkuverið Reima. Þetta eru lið sem mættust í úrslitakeppninni í fyrra líka og þið teljið ykkur væntanlega eiga harma hefna. Já, alveg klárlega. Ég meina þeir sló okkur út í fyrra og við fórum líka vetur bara og töpum stórt á þessast heimaldi þeirra. Við eigum klárlega eitthvað mikið inni og eigum eins og segir harma hefna. Tiltölulega ferskir Þórsarar í úrvalsdeildina fara í úrslitakeppnina annað árið í röð. Rakarinn klár í Þorlákshöfn og tilbúin að spreyja hárið á stuðningsmönnum.
Það held ég alveg örugglega. Ég held að verði góð stemning í Þorlákshöfn í úrslitakeppninni og það verður vel mætt og örugglega svona stigvaxandi, þannig að ég hvet alla mæta í höfnina og upplifa stemninguna, sérstaklega þeir sem vilja upplifa hann aftur frá því fyrra og þeir sem pröfuðu ekki að mæta og leggja fyrra. Það verður engin svikin í látunum í höfninni. Menn eru nú eitthvað að hvísla núna að gæti jafnvel sést til Darra eða Baldurs í úrslitakeppninni. Hvað segirðu við því? Ég held að það sé alveg útilokað með Darra en Baldur gæti náð ef við förum í lokaúrslit, gæti hann náð einhverju. Það verður bara komið ljós. Þið hafið svarað þessu ágætlega, svona leikmaður svo Guðmundur, hann hefur stigið gríðarlega upp, 2-30 stiga leikir í röð hjá honum. Já, Guðmundur hefur stigið svakalega upp og sóknarlega hefur þetta ekki, höfum fundið þessar lausnir en menn þurfa, og ég treysti því og trúi að menn komi með þetta varnarviðhorf sem við erum að missa úr liðinu í Baldri og Darra. Ef við fáum þetta varnarviðhorf sem þeir skilja eftir sig inn í liðið að þá eru við bara færir í flestan sjó. Eldsnöggt KR-liðið miðað við pappírana, nöfnin sem eru að spila þarna og kannski hefur þeim ekki tekist að sýna þann leik sem þeir hefðu viljað í vetur, vitandi hvað þeir eiga mikið inni, er furðulegt, jafnvel krefjandi að undirbúa sig fyrir að mæta svona mótherja. Já, ég meina, ég var kannski ekki að sjá fyrir að ef við myndum ná öðru sætinu í vetur að við værum að fara að mæta KR sem að menn töluðum svona fyrir mótið líklegasta liðið og ég held að það eru örugglega verið spá nummer 1, þannig að en breyti mig engu, þú veist hvort að sé KR eða eitthvað annað, þú færð hörku mótherja. Deildin er búin að vera þannig undanfarin ár að það geta allir unnið alla. Þetta er ekki eins og þetta var hérna fyrir mörgum árum. Þetta var ljóst, þú veist hvað 3 lið voru að berjast um titilinn og þetta, já, menn vildu þessna bara hafa 1 leik í fyrstu umferð en núna er þetta bara 50-50 í ára eins og hefur verið undanfarin ár. Þannig að ég er bara brattur fyrir þetta eins og alltaf, sko, alveg saman hvort sé KR eitthvað annað. Þessi lið mættust í lokaumferðinni. Er ekki viðbúið að menn hafa verið að fela trompin upp í erminni í þeim leik? Já, einhverju leyti. En bæði lið náttúrulega vildu vinna og maður vill alltaf vinna, þannig að maður kannski falli ekki á allt. Ég held samt að bæði lið geti og muni spila betur heldur en að gera það á sunnudaginn. Njarðvíkingum hefur ekkert gengið vel í Stykkishólmi. Þá hungrar örugglega sigurðar, sama hvort það er í deild eða úrslitakeppni. Gerðu ekki ráð fyrir að fá nokkuð svona mótivera lið í fangið núna á fimmtudagskvöldið? Jú, það er engin spurning. Núna á föstudaginn? Föstudaginn og þeir hafa, já, þeir náttúrulega eru að koma úr 7. sæti og það skiptir nánast engu máli úr hvaða sæti út að koma. Þeir eru búin að spila mjög vel eftir áramót, sérstaklega eftir að við unnum þá í janúar og já, búin að vera kannski bara svona besta lið og voru á 6-0 rönni áður eða komið í Hólminn á sunnudaginn og við tökum þeim allan að við erum ekkert með hugafærið að við séum að fara eitthvað létta leiki. Við vitum alveg að við erum að fara alvöru prógram og við þurfum að vera í lagi til þess að vinna. Allir heilir og klárir? Já, náttúrulega einhver er svona hnjask hér og þar sko, sem að menn bara nutta úr og það er bara svona og mór á skrokkin og bara í búning. Nú er þetta hafið. Hvernig leggst svona restin í þig? Hvað sérðu svona eldsnögt í hinu rimmunum? Ég sé topp 4 að fara áfram. Það er svona náttúrulega sætið 3 fyrir pottið áfram. Nei, ég sé topp 4 að fara áfram. Þó að þetta það er alltaf eitt uppsett sem kemur en ég held að þessi topp 4 lið séu það sterk að ég sé topp 4 að fara áfram. Og þá bara fáum við úr því skorið hvort að Ingi Þór Steinþórsson sé í beinan kallleika Nostradamusi. Góða skemmtun. Og takk fyrir það. Þið Njarðvíkingar fóruð í úrslitakeppninni í fyrra og duttuð út í 8-liða úrslitum. Háleitari markmið þetta árið? Já, ætlum klárlega að reyna að gera betur og við erum núna að fara að mæta Snæfellingi sem er sterkt lið og ég tel við höfum fínan séns í þá. Þið mættust í loka umferðinni, voru menn eitthvað að fela það sem þeir geta í þessu leik, vitandi það að þið gætu mæst í fyrstu umferð? Ég veit ekki hvort það var að fela eitthvað eða hvað sko, það spilaði samt
það var ekkert að breyta allt mikið eins og varnir og annað. En það verður kastað öllu til í úrslitakeppninni, það alveg hreint. Ertu orðinn var við að það sé farin að verða svolítið spenna fyrir þessu? Já, það magnast alltaf mikil spenna í kringum þetta, meira svona í fjölmiðlum og svo bara fólki í kring spennt. Þannig að þetta bara gaman. En þú sjálfur, hvernig gengur að hóstilla spennustigið? Það spennustigið verður bara að vera rétt og það gengur bara vel. Þessi tvö lið, þau hafa sýnt að þetta orðnar hörk og rimmur, en ykkur hefur ekkert gengið alltof vel í Hólminum í sögulegu samhengi? Nei, Snæfell með gríðarlega sterkan heimavöll en við ætlum að fara og reyna að sækja sigur í næsta leik. En það verður gríðarlega erfitt, en úrslitakeppnin er erfið og við verðum bara að gera það sem við getum til að ná sigri. MVP for the second half. Somebody's been noticing your hard work, right? Yeah, that's good. I mean, I've been trying to play hard, just trying to give it my all, trying to do good this season, so I guess it paid off. Well, next up, that's the first round of the playoffs, and you got Stjarnan, and Stjarnan, they've been on, quite a cruise these days. Yeah, we're not really worried about how everybody else is playing. Playoffs, everybody's going to give it their all, it's going to be hard, so we're just trying to focus on us and try to be the best team that we can be, and we'll be all right. So the status with yourself, top shape. I mean, you got a lot of weight carrying to do for Keflavík. Yeah, I'm in good shape. I'm ready to get these playoffs going. So I'll be. So the addition of Arnar, key for Keflavík. Well, yeah, it's been important. I mean, he comes in, gives us some good offense. Passing the ball, getting assists, getting into the right place. So he's been a great addition to this team. So the Keflavík spirit right now, how is it? How's the morale in the group? We're ready to get the playoffs going, we're ready to win this thing, so we're excited. Fyrstu umferðar Keflavík og þið með heimavallarréttin, hvernig leggst þetta nú allt saman í þig? Þetta leggst bara vel í mig, við erum í þessum bransa bara út af þessu dóti og nú vikan loksins komin sem menn eru búin að bíða eftir bara síðan í júní í fyrra. Og við höldum að við séum klárir í þetta. Góður gangur á ykkur, þið lokið deildakeppninni mjög sterkt. Já, fengum bikarúrslitaleik á fínu tíma þarna og það hefur bara gengið ágætlega síðan en við reyndar ekki verið að vera í gegnum sterkasta prógrami með fullri virðingu fyrir öllum liðum. En svona það er gaman að fara inn í þetta með svona öðruvísi hugafar og uppgangur í hópnum og líka að heyra svona fólk út í bæ tala okkur sem svona alvöru contender núna og það öðruvísi og við verðum að standa undir því. Já, þið eru að fara með öðruvísi inn í þessa keppni. Er hægt að segja að þetta sé svona með sterkara móti sem Stjarnan heldur inn í úrslitakeppni? Já, ég held að allan mín reynsla í Garðabæ, ég held að við höfum aldrei farið kannski þannig lagað með eins sterkt velmannalið og andlega og líkamlega inn í keppnina og náttúrulega það gerist ekkert nema þú performar inn á vellinum og það er hægt að tala sig í kringum allan anskotan en síðan verður ekkert úr því en tilfinningin okkar er mjög góð og við erum vel niður á jörðinni með allt saman þetta er þroskalið og nú er bara að láta slagast standa.